Já, við höfum hér í Skagafirði þurft að taka okkur þungar byrðar. Heilbrigðisstofnunin hér skorin niður mun meira heldur en gerist almennt í landinu. Við höfum að taka okkur yfir 30% niðurskurð. Að vísu kemur núna fram að við hagræðingarkrafa fyrir árið 2012 63 milljónir en nú leggur fjárlaganefnd til að það verði lækkað 23 milljónir, þannig að hagræðingarkrafan raun og veru svo sem eftir stendur 40 milljónir, en það samt sem áður það mikið, við erum búin að taka það mikið á okkur og við ráðum ekki í raun og veru við þetta öðruvísi en með stórkostlegum breytingum á stofnuninni. Við erum komin það algjörlega bein ef við náum ekkert að gera meira öðruvísi en bara hreinlega að loka. Það verið að skera niður sjúkrahúsrými hér og fólk sem í aðgerðum það kemst ekki hér heim í ódýrari úrræði og hvert á þá að fara? Trúlega heim á heimilin og hver á að hugsa það þar? Það verður þá einhverju á heimilunum fara heim og allir það kom ekki í hlut kvennanna að við farum þá 40 ára aftur í tíman eða meira að konur væru heima og hugsa langveika og aldraða og fatlaða. Það ber allt á sama brunn og þetta barasta tap, eins og ég segi, bara fyrir samfélagið og alla í heild og ekki síst fyrir ríkið. Og við skiljum ekki að hugsunin sé svo að ríkið sé að spara í heilbrigðismálum sem miklu dýrari úrræði þegar upp staðið. Það allur rekstur sjúkrahús, heilsugæslu og öll hjúkrunarrými í héraðinu hér undir sama þaki sem gerir það að verkum að við höfum náð góðum samlegðaráhrifum og ódýrri stofnun. En nú sjáum við fram á það að í raun og veru erum við komin út úr þeim möguleika að nýta einhver samlegðaráhrif þar. Þetta mun líka eftir þessum skýrslum sem tóku saman Kapacentmenn fyrir sveitarfélagið hafa veruleg áhrif, neikvæð áhrif á samfélagið í heild sinni. Þannig að við sjáum klárlega að það mun, ef að þetta gengur allt eftir, væntanlega fækka hér og það verður mun fábreyttari möguleikar í atvinnutækifærum á svæðinu, auk þess sem skatttekjur og annað minnkar leið. Við erum búin að hafa samband við þingmenn og benda þeim á þessa hluti, þingmenn okkar hér í Norðvesturkjördæmi og við vonumst til að þingmenn sjái nauðsyn þess að það verði ekki svona mikið skorið niður á okkur. Það hefur verið skorið niður á öðrum stofnunum 1,5 til 2% og við getum alveg sagt okkur kannski við það, en helst vildum við vera í núllinum. Vegna þess að það búið að skera inn að beinin núna eins og Hafsteinn sagði og þegar farið að skera í beinin þá hrinnur allt þá bara spurning hvernig allt hrinnur. Hér í sjúkraþjálfuninni á Sauðárkróki mikil starfsemi. Það eru svona ríflega 100 manns sem fara hérna í gegn á dag og þannig að þetta eru 25.000 til 30.000 komur á ári. Og þeir sem aðalega kannski að nýta þessa þjónustu fólki okkar sem liggur hér inni á deild 1 sem við kallum með sjúkradeild, til dæmis fólk sem að koma úr liðskiptiaðgerðum eða eftir brot eða eitthvað slíkt, að koma frá Akureyri eða frá Reykjavík. Og svo það eldra fólki okkar sem býr hérna inni, það dagvist aldraðra, það ofþyngdarhópur sem við erum með í 3 ára prógrami, það eru hjarta- og lúnasjúklingar sem eru hér í æfingaprógrami 2 í viku. Það mikið af gigtarfólki sem við erum með í hópastarfi bæði í sundlauginni og hérna í æfingasalum. Það náttúrulega fólki okkar sem við erum að þjónusta sjúkraþjálfararnir sem býr hér bara allar sveitir, bæði hér í Skagafirði og svolítið úr Húnavatnssýslunum og frá Siglufirði, krakkarnir sem hér í Fjölbraut og slíkt. Þannig að ef verður skerðing hér eða ég tala nú ekki ef á loka einhverju, þá þýðir það bara það að þetta fólk að fara eitthvað annað. Það lendir inni hjá lækni og lendir þá á lyfjum, það lendir upp á sjúkradeild í innlögn, það sent í burtu til sérfræðinga, það lendir í vinnutapi og slíkt. Þannig að það náttúrulega bara mjög alvarlegt. Bæði fjártjón fyrir samfélagið og fyrir fólki sjálft.
Við vitum með þá sem að þurfa að komast í endurhæfingu eins og inn á Kristnes að það bara langur biðlisti. Þannig að ég get ekki séð að við getum sótt í raun og veru þjónustu þangað nema það sem kannski mest akút. Ég hef stundað og notað þjónustu sundlaugarinnar og endurhæfingardeildarinnar hér í 8 undanfarin ár og til að það hafi skipt sköpum fyrir mína heilsu. Þegar að koma því fyrir nokkrum árum að ég þyrfti að gera eitthvað róttækt og stóð fyrir dyrum að ég þyrfti í aðgerð vegna offitu, þá var það gífurlega mikill munur að geta stundað undirbúningsmeðferðina hér heima. Þetta eins staðar á landinu þar sem hægt að stunda þennan undirbúning annars staðar en Kristnes eða Reykjalundur. Nú eru 9 manneskjur í svona offitu meðferðarhóp sem undir stjórn sjúkraliða hér og hjúkrunarfræðinga og lækna og þetta fyllilega sambærileg þjónusta og verið að bjóða til ég eins og verið að bjóða á Reykjalundi og Kristnesi. Læknir á Kristnesi hafði eftirlit með þessu og þetta gífurlega mikill munur að geta stunda þessa meðferð hér í heimabyggð, þurfa ekki að fara burtu í 5 vikur og taka sig upp og vera fjarri heimili. Þetta þýddi það fyrir mig að ég gat stunda mína vinnu og farið í þess gegnum þessa meðferð, farið síðan í mína aðgerð og sem 3 ára prógram að fylgja eftir og ég hef fengið að njóta þess að öll eftir meðferð hefur verið fylgt eftir hér heima. Og ég get ekkert annað sagt en það að ég efast að ég hefði gengið þennan veg ef þessi aðstæða hefði ekki verið fyrir hendi hér heima. Ég talandi dæmi og bæjarbúar sem þekkja mig, þeir vita það að ég allt önnur manneski í dag en ég var fyrir 3 árum síðan og ég tel mig vera miklu betri þjóðfélagsþegn, ég get stundað fulla vinnu, skila mínu sköttum og ég tel að þessi aðstæða sem við höfum hérna sé algjörlega frábær og það mjög sárt ef að maður þarf að sjá á eftir henni eins og búið að byggja hana upp. Ég get ekkert annað sagt en það að það bara yrði bara reiðarslag fyrir samfélagið.